Helsta ástæða samstarfsins að veðmál hafa lengi fylgt íþróttum og knattspyrna ekkert undantekning á því. Undanfarin ár hafa komið upp dæmi þar sem að leikmenn hafa verið að veðja á eigin leiki og við því eru agaviðurlög. Þetta byrjar kannski fyrst sem ég verð fyrir áhrifum að þessi sjálfur leikmaður þegar að það er verið að senda á mig og beða mig upplýsingar hvort ég sé að byrja leikina, hvort ég sé að spila leikina. Mig gruna aldrei að þetta gæti hent mig, en þetta var bara svo spennandi því allir aðrir voru einhvern veginn að gera þetta. Við viljum vekja leikmenn, þjálfara og aðra sem tengjast knattspyrnu til umhugsunar skaðsemina sem getur myndast í veðmálastarfsemi og hvetja þá sem stunda hana til að sækja sér hjálpar. Það er mjög mikilvægt að opna umræðuna til þess að rjúfa einangrunina sem er oft hjá þessum einstaklingum sem að glíma við þennan vanda. Skömmin, sektarkenndin, hún er oft mjög ríkjandi hjá þessum einstaklingum og við sjáum aukningu í þjónustu hjá okkur þegar að umræðan hefur verið opnuð aðeins í samfélaginu. Ég fann að ég var orðinn bugaður, ég var orðinn algjörlega bugaður. Fór í meðferð og það var ég búinn að taka ákvörðun á þessum mánuði að ég ætlaði bara að fara alla leið. Ef ég ekki farið þessa leið, þá sæti ég ekki í dag. Fyrsta skrefið fyrir þá aðila sem að vilja leita sér aðstoðar að hafa samband við okkur hjá SOVA og hringja í göngudeildina okkar og bóka viðtal við spilaráðgjafa þar. Og þú getur talað opinskátt þína líðan, þína tilfinningar, þína vangaveltur. Það hjálpar. Ég veit fólk nærri mér sem hefur hugsað að taka sitt eigið líf út af spilavanda. Fólk sem hefur tapað jafnvel mánaðarlaunum sínum á einu bretti bara á einni kvöldstund við því að veðja eða spila fyrir peningin. Vill maður þetta fyrir samfélagið? Ég vill það ekki. Við vonumst eftir því að þeir sem glíma við spilavanda nú þegar leiti sér aðstoðar og áttu sig á því að það er alltaf hægt að fá hjálp.